Velkomin í Alstræti 14. Má ekki bjóða okkur inn? Velkomin. Þetta fallega hús hýsir 4 félagasamtök sem veita ólíka þjónustu, en eiga það öll sameiginlegt að veita ráðgjöf og stuðning. Við erum komin hérna í biðstofuna sem við deilum öll saman. Það eru nefnilega Píeta, Kvennaathvarfi, Bjarmahlíð og Aflið. Og við störum hjá Aflinu og okkur langar að segja ykkur aðeins meira frá því. Við hjá Aflinu bjóðum upp á stuðning og ráðgjöf til þolenda ofbeldis sem byggist á áfalla- og þolendamiðaðri nálgun, en á hverju ári koma yfir 159 skjólstæðingar til okkar. Já, einmitt. Það gæti meðal annars verið vegna fjölgunar starfsstöðva hjá okkur upp á síðkasti, en Aflið er með starfsstöðvar á Akureyri, Húsavík, Siglufirði, Reyðarfirði, Egilsstöðum og Blönduósi. Á öllum starfsstöðvunum okkar er sama þjónusta í boði og þú getur búist við því í fyrsta viðtali að ráðgjafi taki á móti þér og kynni þig fyrir starfseminni sem er fram og hvað er framundan hjá okkur. Í fyrsta viðtalinu þá stjórnar þú því að sjálfsögðu hverju þú deilir og hverju þú vilt ekki deila eða halda fyrir þig. Já, svo má náttúrulega ekki gleyma námskeiðunum hjá okkur. Þegar skjólstæðingur hefur lokið ráðgjöf hjá okkur, þá stendur til boða að taka þátt í námskeiðum sem er stýrt af fræðslustýru Aflsins. Þar eru bæði grunnnámskeið og framhaldsnámskeið í boði. Það er orðið mjög auðvelt að bóka hjá samtökunum. Já, við erum einmitt komin á núna.is þar sem að einstaklingum gefst tækifæri til að panta tíma hjá okkur bæði í fjarviðtal eða til að koma á staðinn. En það reynist oft erfitt að taka fyrsta skrefið og hringja til að panta tíma, þannig að það var frábært. Já, og svo er náttúrulega á núna þá er hægt að afbóka, þú getur afbókað sjálfur og bókað aftur eins oft og þú vill. Og öll þjónustan hjá okkur er náttúrulega gjaldfrjáls og allt inn á núna er gjaldfrjálst líka og það gerist ekkert sama hversu oft þú afbókar. Þú bara ert alveg jafn velkomin. Hér er eitt af stærstu viðtalsherbyggjunum okkar og hér getum við tekið á móti nokkrum í einu. Hér er eitt af viðtalsherbyggjunum okkar.